Komið þið sælir, áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur hér á Sport TV á gervigrasið í Laugardal þar sem við ætlum að sjá þennan flotta leik Þróttar og B í Bolungarvíkur í Pepsi Max-deildinni fyrstu deild karla í fótbolta. Þessar afbragðsaðstæður. Þróttarar byrjuðu tímabilið ákaflega vel með 4-1 sigri á Þór. Skástríkið byrjaði ekki eins vel, tapaði 2-0 gegn Selfyssingu, byrja tímabilið á 2 útileikjum. En við hlaupum yfir liðin. Þá er númer 30 Trausti Sigurbjörnsson markvörður Þróttar, númer 5 Aron Ímir Pétursson, 6 Vilhjálmur Pálmason, númer 7 Oddur Björnsson, 9 Viktor Jónsson, 10 Alexander Veigar Þórarinsson, númer 11 Gíon Jeremy Eikhoff, númer 14 Hlynur Hauksson, 15 Davíð Þór Ásbjörnsson, 17 Ragnar Pétursson og fyrirliði númer 19 Karl Brynjar Björnsson. Greg Ólafur Ræder er þjálfari Þróttar. Daði Freyr Arnarsson er númer 1 markvörður í Bolungarvíkur. Númer 4 José Carlos Perni Figura, númer 5 Lauk Cedric Mbagondo, númer 7 Sigurgeir Sveinn Gíslason, númer 11 Josef Thomas Spivak, númer 14 Aron Walker, 17 Ásgeir Frank Ásgeirsson, númer 18 Mattias Króknes Jóhannsson, 19 Rothschild Junior Revalus, númer 22 Elmar Atli Garðarsson og númer 23 Magnús Pétur Bjarnason sem kom í gær. Jón Hálfdán Pétursson er þjálfari Skástríksins. Elias Fannar Stefánsson, hann er á varamannabekknum, varamarkvörður Þróttar. Aðri varamenn Þróttar er Árni Þór Jakobsson, Hallur Hallsson, Hilmar Ástvarsson, Rafn Andri Haraldsson, Aron Lótt Grín og Gretar Atli Gretarsson. Á bekknum hjá B Bolungarvíkur er Dalvin Oliver Krúks, Viktor Júliusson, Sigþór Snorrason, Nikolás Jónsson, Pétur Bjarnason og David Cruz Fernández sem kom í gær eins og Magnús Pétur. Björgólfur Takefusa, hann er kominn aftur í Þrótt og komið með leikheimild en kemst ekki í hóp í dag. Það verður væntanlega klárt. Von bráðar draumabyrjun hjá Þrótti að vinna fyrsta leik 4-1 og sjáum hvort þeir ná að fylgja því eftir með lánsmanninn frá Víkingum fremstu vílunu sem byrjaði á því að skora 2 mörk. Viktor Jónsson, frábært fyrir Þrótt ef hann helst heill allt tímabil og frábært fyrir hann. Eftir meiðslasstríða og fær hér kjörið tækifæri í fyrstu deildinni til þess að koma sér á stað aftur. Eitthvað sem allir vilja sjá gerast. Nefnum kannski andstæðingar liðsins í hverjum leik fyrir sig. Þróttarar að sjálfsögðu rauðir og hvítir. Og gestirnir bláklæddir. Engin Nigel Kvasi, hann er ekki einu svona bekk, var aðstoðarþjálfarinn, spilandi aðstoðarþjálfari, væntanlega middur og fer í góðu gamni. Þetta fer ósköp rólega af stað. Hlynur Hauksson þarna úti. Vinstra megin, kastar inn, það er aðra tilhund til þess. Það eru nokkru áhorfendur hér sem að láta í sér heyra hvernig eru með trommur og sitja ýmist í stúkunni eða standa fyrir varamannana þar sem að sólin nær. Getur orðið svolítið kalt inn í stúkunni. Þróttarboltaðan barðum miðuna hér í upphafi leiks. Hér er möguleiki fyrir Þróttar að sækja. Eikhoff hér úti hægra megin með sendinguna fyrir og hvað, hann nær engin þessu bolta eða hvað, jú, skotið frá Vilhjálmi Pálmasinni hátt yfir
Þetta var stórhættulegt. Flott sókn hjá Víkingum, vinna boltan á miðjunni. Það ekki að jafnar hann upp hægri kantinn og fyrirgefin fín. Vilhjálmur sem að leikur út á vinstri kanti. Mættur á fjærstungina en hefði viljað sjá skotið betra. Þarna vinnur hann skallaboltan og Viktor í baráttunni. Nær hann boltanum, Eikhoff nær honum, kominn í færi hér með skotið. Fyrsta markið er ekki lengi að þessu. 1-0 eftir nokkuð skamman tíma. Skórklukkan vantarlega fyrir ofan með, þannig ekki hugmyndu hvernig tímanum liður. Jæja, alltaf með það. Flott byrjun hjá Þrótturum, ekki lengi að þessu fyrsta markið. Díon Jeremy Eikhoff. Já, þetta kom á 3. mínútu. Frábær afgreiðsla. Þróttarar byrja þennan leik eins og þeir enduðu þann síðasta. Hér er möguleiki fyrir gestina. Koma hér inn í teiginn. Fellur við. Heldur þá boltanum. Og hér sendingin aftur fyrir. Það þarf að nýta þetta betur. Þeir eiga þessi möguleika stekifæri. Þessi skalli, þessi bolti kominn út fyrir. Við minnum á næstu leiki liðan okkar. 19. maí Keflavík kvenna, Þróttur gegn Þór Káa. 20. maí er Borgunarbikarinn. Þá spila Þróttur karla við Vængi Júpiters og svo er það 23. maí. Þá spilum við í Kórnum. Sendingu frá Davíð, leitar hér að Eikhoff. Þróttur á innkastið. Langkast inn í teiginn. Sá hérna en þetta skallaðir frá. Og svo langur bolti. Magnús Pétur eltir þetta en Kasperinn lendir aldrei inn innan vandræðan þarna. Frábæri fyrstu umferðinni. Líka móti Þór. Sendingu til hægri og enn er það Eikhoff. Þeir leita mikið á honum og lingan undir hann er leikinn. Er nú kominn inn í teiginn með sendinguna. En þetta gengur ekki. Ragnar hérna í baráttunni en náði ekki að koma skotunum markið. Vinnur það bara boltan. Vel gert í honum. Kemur boltanum aftur inn í teiginn. Hérna er Viktor. En Andó nær að skalla þetta. Eikhoff mættur. Fígúra. Nær að koma þess að fyrir þessum sigur sem er hreinsir. Það vilja fá skiptingunni yfir. Það má ekki losa pressuna. Stöðuríkjum fá innkastið. Magnús Pétur fá eitthvað en hann bara undir í baráttunni loftinu. Davíð með mikið plás og Ernýmir með honum.
Finn sendingunni Finnur Ragnar og hann á Eikhoff. Eikhoff með sendingunni í fyrsta. Og þeir ekki vandræðum. Hinn dauðafæri Vilhjálmur með skotið en frábærlega varið hjá Daða Frey. Bæti fyrir mistök sín í fyrirgjöfinni. Frábær byrjun hjá Þrótti. Gríðarlega öflugir hér í upphafi leiks. Líta virkilega vel út. Alexander Veigar með hornið. Lyftir sig hér á þverstöngina. Viktor nær til boltans en það er skalla frá. Eikhoff vinnur boltan. Við erum í baráttunni við Fígúra en fyrirgefin nú er hún ofinnalega og þetta nær Daði Freyr að grípa. Hann leitar hér að Junior Prevalus. Harða spretti hér á hægri kantinn og það er brotið á honum. Já, fær eitthvað spinnu. Vilhjálmur Pálmarsson brotlegur. Þetta er hættulegur staður. Það er enginn hvað sé til þess að senda boltann inn í teg en Spivak ætti að ráða við það. Fasta sendingunni inn í teginn. Þetta er ákveðin hætta þessu en Magnús Pétur nær ekki til bolta þessu fjærstönginu og boltinn aftur fyrir Magnús Birna. Það er markið Þróttar. Staðan 1-0. Markið strax á 3. mínútu. Jeremy Eikhoff með það. Ég er búinn að góða Eik. Hvernig er þessu? Það eru heimamenn Hlynur. Hreinsa fram, leitar að Viktori en boltinn er ekki til hans. Þetta er vel gert hjá Davíð Þór. Kynst inn í þetta og Ragnar með fína spretti leitar að Eikhoff en samt ekki alveg nógu nákvæm. Aron Walker gerir hann hérna réttvættur hér vinstri megin. Við ætlum að spila hér á miðjunni. Fígúra nær að skipta yfir til hægri. Þarna fer Junior niður en ekkert dæmt. Innkast. Bláglætir eiga. Junior liggur ennþá. Miðjunni heimamenn. Flottur sprettur hjá Vilhjálmi en er ekki að koma boltanum á Eikhoff. Eitt hugmynd þó. Davíð boltan á Trausta í markinu. Bjarnar Pétursson í baráttunni þarna við 2. Verður að játa sig sigraðan. Fígúra með boltan á Walker og hann skiptir yfir til hægri. Þarna er Junior, staðan á fætur, heill heilsu. Og þetta gerir hann laglega. Sendingin ekki góð samt. Og hvað fer þessi bolti aftur fyrir? Hornspyrna sem skrást ekki á. Það er Joseph Thomas Spivak sem tekur þessi fyrstu leikadrið. Svo fáum ekki aftur fasta fyrirgjöf frá honum. Já, fyrirgjöfin fín og skallinn flottur í slána. Já, hérna munaði ekki miklu. Ondo með flottan skalla. Aftur fyrirgjöf. Þetta var frábær skalli. Langt út í teignum, nær að miða en því miður verið hann örlítið á hátt. Þetta er það langt besta sem ég séð. Þetta er
Bolungarvíkur til þessa í leiknum og þarna voru þeir svo sannarlega óheppnir, jafningi metin. Eikhoff, hann rangstæður. Klaufið þarna. Sendingunum tilbaka að leysa ágætlega þessu. Hallbrún með boltan eftir sér vílunu. Byrjar að loka ágætlega á þetta. Langsending til Davíð og Viktor tekur boltan með sér. Hann valdi honum í teignum. Hérna er möguleiki, hérna er færi. En þetta ver Daði Freyr, Ragnar Pétursson í úrvalsfæri þarna en skotið ekki alveg nóg fast. Og auðurleysið fyrir Daða Freyr sem hafði sér auðvitað á þetta. Þetta er með langa spyrnu full langa beint í hendunar á Trausta eða fætur. Ástæðilegst að grípa þetta. Davíð, hann horfur upp hann með sparkviss. Davíð, hann er Viktor og hann með sendinguna. Þetta er vel gert. Ragnar, hann með boltan út til hægri á Aron. Sendingin flott, skallið niður í skotið rétt yfir Alexander Veigar í dauðafæri. Já, hann nálægt ég að jafna það en Þróttar eiga að vera búin að setja hann að það minnsta eitt. Vaða hér í færum varnarleikurinn hjá B.I. Bolungarvík. Eitthvað allt annað en Bolungur. Sundur spilaðir og það býsna auðvitað. Einföld stöðubreyting, Eikhoff inn á miðjuna, Ragnar út til hægri og þessi enginn hvað hann átti að gera. Og hér rennur Daði, hvað er hann að gera? 2-0. Já, hérna Alexander Veigar Þórarinsson, Daði Freyr veit ekkert hvað hann er að gera þarna. Rennur á gerfugræsinu og gefur einstaklega mark. Alexander Veigar fagnar þessu, átt að skora áðan. Það skot hann yfir. Það er svo eina góða gjöf hérna og skulum vona að strákurinn í markinu jafni sig. Annars er þetta langur dagur hjá honum. Stundar fjórðungur liðin að leiknum og staðan orðin 2-0. Þróttur byrjar mótið eins og lið sem ætla sér stóra hluti. Ég er ákaflega vel hérna á gerfugræsinu. Heimavöllurinn ekki alltaf verið þeirra sterkasta vígi en plastið í Laugardalnum, þar vilja þeir vera. Þarna eru gestirnir farnir að hengja haust nú þegar tapar boltan á klaufalega miðjunni Eikhoff með sendinguna inni og hvað er Kingsaðinn 3-0. Já, hérna hér. Þetta er bara búið, það er bara svo einfalt. Viktor Jónsson með þriðja markið. Þetta er farið að minna á fótboltaleik í hátíðinni á Englandi sem að reyndar einn maður skoraði öll mörkin á andartaki en hérna eru menn farnir að biðja skiptingur, ég veit ekki hvað og hvað sýnist. Junior Trevalus er búinn að gefast upp. Óskar eftir skiptingu, ég veit ekki hvort að fá hana. Staðan 3-0. Ekki 20 mínútur liðnar af þessum leik. Úrslit er ráðinn. Hengja haus, töfið boltanum á miðjunni. Þróttur fekk 2 tækifæri til að skora á þessari fyrirgjöf frá Eikhoff. Eftir að Kingsaði það maður fyrir aftan þeim sem að kemur boltanum inn í þið. Það er
fullkomlega fyrirgefið. Veistla á Kötturum. 3-0 á heimavelli eftir andartak. Fyrirgefin Spivak með sendinguna inn í teginn á. Gestirnir að svara hér og hleypa einhverju lífi í leik. Nei, það spila tilbaka. Sikir með sendinguna hér út til Harry Juniornar eftir þessum bolta ekki. Sendingin ekki góð. Vilhelmur Barton tapar boltanum. Gert þarna hjá Víkura. Hér sendingin á Walker út til vinstra megin, rennur. Nær boltanum aftur eða hvað? Nei. Þróttarar vinna boltan. Ragnar ágætlega gert hjá honum eða hvað? Nei, tapar boltanum. Walker aftur. Tapar boltanum býsna klöfulega. Eikhoff, þetta er skemmtilega gert. Tekur boltan með sér í fyrsta og svo á Alexander. Þetta er urmull á mönnum. Oddur Björnsson með sendinguna inn í teginn aftur. Hann er enginn nema Siggeir. Og svo Alexander Veigar með skotið framhjá. Þetta heldur svona áfram, þá fáum við stóra tölur. Við minnum líka á helgina 30. til 31. maí fer fram hið árlega VÍS-mót Þróttar. Þetta er mikilvægasta fjáröflun barna og unglingadags Þróttar í fótbolta ásamt Reykjavík. Og fyrir svona mót förum við á sjálfboðaliðum að halda. Þið getið skráðið ykkur inn á þróttur.is. Förum þessa leit við ykkur að þið leggið smá að mörkum til að gera mótið mögulegt og barna og unglingastarfið frábært. Svo Walker sem að komst auðveldlega að boltanum. Engin barátta, engin vilji. Alveg skelfilegt. Trufla á búningnum bjóðandi. Oddur með skiptingun yfir til vinstri. Först sending Vilhjálmur nær boltanum. Hreinir með honum. Sendingunum sé 8. Viktori, þarna er Daði mættur og missir af boltanum. Ekki samfærandi Daði fyrir að vera að segjast alveg svo er. Hvað er svo að frétta úr þessari stúku? Daði, spilna. Leysum þessu í völdinni Þróttarar. Ragnar, já, tekist á miðjunni, þetta áfram, segir Erlendur Eiríksson. Virkilega ástæðalaust að flauta þarna. Hlynur kominn upp að endamörkum, Daði kýlir þetta frá til Eikhoff sem að fær 2 tilraunir. Skallar fyrst í varnarmanninn og spyrnir svo bara í markið. Býsna auðvelt, 4-0. Já, hérna, þetta er Þróttur er að leika sér að skástríkinu. Þá ekki bara þrefalda skiptingu hér í fyrri hálfleiki. Trúir hreinlega ekki öðru. Tíðum Tjörri með Eikhoff. Annað markið sitt. Niðurlæging í beinni. Drápsælið virðist vera slíkt hjá Þrótturum að þeir vilja bara meira. En annar hver maður rúmlega það í liði B. Bolungarvíkur í farþegi. Leggur ekkert að mörkum en að vera að kela. Víkur að missar á boltanum. Þetta er einkennandi fyrir leik B. Það var að Eikhoff aftur. Það er að ná í þrennuna hér í fyrri hálfleik. Hann reynir í það mest að skjóta. Hann vissi ekki alveg hvort hann ætti að skjóta eða senda þarna
fór mitt á milli og aftur fyrir. Eikhoff með fyrsta markið strax upp að 3. mínútu. Alexander Veigar fekk svo gjöf, gjörsamlega drap allan vilja hjá B. Bolungarvíkur. Eftir stunda 4 mínútu setna skoraði Viktor Jónsson og svo núna rétt áðan Eikhoff nefna markið sitt. Aftur fyrir enda mörg. Trausti gerir sér líklega til þess að taka þetta fljótt, reyna að koma skyndisóknin af stað strax en sá svo að býti því. Vinstra megin með sendinguna fyrir, fín sending, Ragnar hittir boltan ekki vel og þessi bolti enda þó ofan á markinu. Daði með markspyrnuna. Baráttu hann á miðjunni, boltinn út til hægri Junior, hann fekk ekki skiptinguna sem hann bað eftir held ég 3. markið. Eftir 3. markið og það er ekkert að hann manna en hann hefur engan áhuga að verða þarna. Hér er Eikhoff, kominn inn í teiginn. Það gerir sig ekki ágætlega, það er að loka á þetta. Spívak með sér. Spívak er niður og Erlendur vorkennir honum, gefur honum aukaspyrnu. Tökum með þessu gula kortið. Deilum ekki Erlend Eiríksson, hann veit sér, skilur miklu betur þegar Hrossingjar talar. Oddur Sig Björnsson sætti sig við þetta gula spjald. Spívak tilbúinn. Fasta spyrnu, gerir hann, settir þetta á fjær en þetta er alltaf hátt og langt, fer aftur fyrir, engin hætt af því. Bolungarvík betur hann á miðunni. Spívak til hægra megin, hann er þó að reyna að gera eitthvað. Hann er að drífa félaga sína áfram, gefst ekki upp. Trausti grípur þetta. Einum megin, Eikhoff úti hægra megin. Getur alltaf gert eitthvað, kemst upp á endamörkum og nær að senda fyrir nokkuð auðveldlega. En Fígúra mættur þarna til þess að verðast þessu. Gerði það ágætlega. Þá er það Spívak. Eltur og með Junior með sér úti. Hægra megin, Junior kemur hér inn í teiginn með skotið en þetta er beint á Trausta. Það þarf að gera miklu betur til að skora hjá honum. En álitleg skyndisókn enga síður.
Þetta eitthvað nær því sem að Jón Hálfdán vill sjá hjá liði sínu. Jón Hálfdán, eins og þið munið, náttúrulega þjálfari B í Bolungarvíkur. Danni Eiríkur þarna finnur Hlinn. Sjallar rólegur, boltan tilbaka. Fjögur nú lifinni, þetta er rangstaða, já. Magnús Pétur Bjarnason vissi það. Sama ákveð og fyrir leiknum. Nikov. Það er dottið niður og gefur gestunum smá von og veik sé minnst að rétta sinn hlut. Skelfilega gert dettur Ondo og Viktor kemur á harðaspretti. Hvað ætlar hann að gera? Fer allavega sjálfur. Skotið rétt framhjá. Fín tilraun. Fyrir náttúrulega af varnarmenni. Já, eitthvað fór með honum en hann sá bara markið til framherji. Við fyrirgefum honum það. Það laum honum í fjárhóðnið. Lengra niður! Hort spyrna hann. Fínasta spyrna og hætta en gestirnir ná að hreinsa. Þarna liggur Viktor eftir höfuðmeiðsl og það þarf að huga honum það strax. Skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Það sé engin heilarhristingur og hann þarf að kippa hann út af. Já, tiltölulega fljótur á fætur. Fljótur á rétt við sjúkraþjálfarann. Fengið eitthvað högg á hnakkan. Aftur meðan heldur leikurinn áfram B Bolungarvík með boltan. Aron! Aron! Eikhoff með boltan. Með honum. Með sendinguna inn fyrir Vilhjálmur í dauðafæri. Já, auðvitað skorar hann og það býst auðvitað 5-0. Við erum komin með 5 mörk. Þróttur hefur skorað öll. Þvílíkir yfirburðir. Ekki matteglu því að Viktor Jónsson var ennþá utan vallar. Það voru einu færi. Það skiptir engum máli. Þetta er svo létt. Vilhjálmur Pálmason kominn á blað. 5 mörk, 4 markaskorarar. Það er fyrri hálfleikur. Fáum við 2 stigatölu. 2 stafatölu. Það er aldrei að vita. Eða veðið, kíkja á
fá það fyrir að setja örun á það. Það er aldrei að vita. Þannig að gefi vel. Þróttarar vilja í það minnsta. Virðast vilja meira og meira. Sem að gestunum færist alltaf bara nær og nær gerðugræsinu. Hengja haus með stæl. Hálftími liðinn og staðan 5-0. Gestirnir að reyna að sækja. Fengu tækifæri þess að jafna 1-1. Fengu á sig. Þetta var ekki 3 færi beint í kjölfarið og reynir að koma annað markið 3. mínútu seinna og þá var ljóst. Eitthvað stefndi á José Carlos Perni Figura brotlegur þarna, pirringsbrot. Það er gula spjaldið á Erlendi. Pálmarsson vita það ef hann skorar á okkur aftur þá færður annað högg í bakið. Stutt. Það er enga ástæða til þess að negla fram völlinn. Hann lausir í kringum hann og varnarmennirnir hallar rólegir á boltann. Hérna aukaspyrna, Ragnar dæmdur brotlegur. Mistur boltann aðeins svo langt frá sér og fór hér utan í Spivak. Ekki mikið endilega en nóg til þess að maður er með flautuna. Dæmdi aukaspyrnu upp. Spivak svo með sendingunni hér inn í teiginn. Hún er eins og aðra spyrnur hjá honum hérna vinstra megin í það minnsta ólöng og aftur fyrir endamörk. Spil út úr vörninni en leið og þeir eru komnir hér nákvæmlega í nátt að allar helmingi Þróttara. Þá verður Þróttarar tilbúnir að mæta og vinna þeim boltann og sækja hratt. Hérna aukaspyrna. Þróttarar hengum vandræði með þetta. Mattias Róknes með yngastið. Hérna komnir inn í teiginn. Þetta er ágætlega varist Karl Brynjar. Sterkur fyrir. Hornspyrna sem að ég er búinn að ganga á. Hérna sendingin inn í teginn. Þetta er fín sending aftur. Karl Brynjar. Hann er frábær í loftinu. Skallar örugglega frá. Hérna Junior. Þetta er vel gert hjá honum. Figura aftur á Junior. Þarna er möguleiki en þetta skalla
Máttundi skot. Viktor og hann reynir að þræða boltan inn miðjuna. Þetta er ágætlega gert. Ragnar nær boltanum. Dóra Eikhoff. Hvað gerir hann? Hann hefur ekkert fyrir því að koma sér upp endum. Hann kom allt of fljótu fyrir varnarmenn BÍ. Fær ég á. Þar tveir leikir í gangi í deildinni núna. Þór er 2-1 yfir á móti Fram á heimavelli. Og svo er markalaust hjá Fjarðabyggð og KA. Það byrjir 40 mínútur liðnar á þeim leikjum eins og þessum. Hlynur með hornið. Fínasta hornspyrna á skallinn en það kemur sér ekki á listamarkaskorar ekki þarna í það minnsta. Staðan er þá 5-0. Spivak. Tjónuður hérna á vinstri megin biður boltan. Hann velur að fara til hægri. Þar er Elmar Atli Garðarsson. Hann er ekki í boltanum. Það er að styttast í hálfleikinn 5 mínútur eða svo. Það er lítið meira. Davíð Kínóbloss Rannimir. Bolti fer á Aron út af. Þessi ekki spurning. Mattias skiptinguna. Gert hjá honum, heldur boltan þarna, fer svo niður og ekkert dæmt, engin aukaspyrna. Það boltan aftur. Hann er með honum en sendir ekki svo hér. Þannig að teginn. Tjónuður nær til bolta og svo boltinn aftur fyrir markspyrna. Frá markið Þróttar. Nokkrar svona sóknir BÍ Bolungarvík en ná ekkert að stríða heimamönnum. Hann er einu ráði. Spivak er réttur utan teginn með hurkuskot en það er framhjá. Trausti allan tíma með þetta á hreinu. Fínasta skot var engu að síður. Þarf bara að hitta. Fínt fyrir BÍ að minnka munum fyrir hálfleik en það þarf rosalega mikið til þess að gera leik úr þessu. Boltan tilbaka á Daða. Daði ekki verið traustur í markinu til þessa. Hann er þá að spilna frá. Slóksending hérna hjá Karli Brynjari. Spivak. Fígura. Fjölmenni þarna inn á miðjunni. Djúpmenn en margir kannski á sama blettinum. Þeir eru að gera eitthvað úr þessu. Junior. Fyrirgefuna hún beint í hendurnar á Trausta Sigurbjörnsssyni. Eru menn með sjoppuna hérna, hvað ég var að segja, þríhyrningsmegin, sjoppan er þar.
hinum megin, Bíósæða megin eða Laugardalshallar megin, þar eru salerni fyrir bæði kyn. Hálfleik 2. Brotlegur. Þetta var hendurnar ekki Aron Walker í plastið. Minnilegar fáarkvæðin ekkert ólulegt þarna. Vilhelmur Viktori Sækir Sveinn Gíslason kemst fyrir þetta fær svo aukaspyrnu. Hægra megin og reyna að stinga boltanum inn á spilvegg en það var Borumon. Það eru komin alveg að síðustu mínútu hálfleiksins, staðan er 5-0. Allir kátir og leikurinn eins og venjulega er í boði stuðningsaðila Þróttar og Orkunnar, Bílaleigu Akureyrar, Víðfells, Íslandsbanka og Kjarnans! Staðan í öðrum leikjum, Þróttar eru komnir í 3-1 en enn er 0-0 hjá Fjarðabyggð og KR. Þórsar eru komnir í 3-1 í vallatilurinn hér gegn Fram. Þórsar þessi steinlágur gegn þessu flotta liði Þróttar í fyrstu umferðinni. Viktor með sendingun úti, það er Aron í meir, Koffi með honum. Taka Junior hérna á en hann fær góða hjálp frá Fígura. Sendingin ekki nóg ákveðin frá honum. Sýkir á Hondo og hann með boltanum til hægri. Það er Elmar Atli. Breyting var á leikmannahópi Þróttar milli leikjanna núna. Jón Konráð Guðbjörnsson er farinn á lán til KVF og Ingi Örgólfsson er með hættuleik. Það er kjósa að taka þetta stutt og skipta þeir yfir til hægri. Gefist ágætlega sækja upp hægri kantinn hjá Þrótti þessum leik að flesta sendingarna hann voru betur en þessi. Víkura. Gert upp honum. Hann skipar boltan út til vinstri. Hann rángstæðar þarna juniorinn. Hann sér alla línuna aðeins. Þetta er svo margt annað þessum leik hjá honum. Ekki gott. Þá kominn hálfleikur, staðan í hálfleik 5-0. Gæti hreinlega verið stærri. Eikhoff skoraði 11. mínútu, svo komu 2 mörk á einni mínútu eða svo frá Alexandri Vegari Þórarinssyni og Viktor Jónssoni. Stundarfjörðingu á liðinu leiknum. Staðan 3-0. Gestirnir gjörsamlega hættir og Eikhoff. Vilhelmur Pálmarsson bætti við mörkum. Staðan í hálfleik 5-0. Við förum í auglýsingar og komum svo væntanlega með svipaða markaveislu í seinni hálfleik.
Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. I'll set up, boss. Actually, he's the boss. I just design everything and make everyone look cooler. The Avengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Coming through. Hey, big guy. It's all in the swing. All right, it's time for some fun. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér Premium. Þú átt að pottþétt skilið.
Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. I'll set up, boss. Actually, he's the boss. I just design everything and make everyone look cooler. The Avengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Coming through. Hey, big guy. It's all in the swing. All right, it's time for some fun. Avengers, Age of Ultron, komin í bíó. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Fellínafjöllin, þau taka sópa í burtu, sko. Það kemur húka þeir yfir þau. Fylgur rigningun eftir Manchester og Leeds. Það 250.000 manns þarna í háskóla. Það 20 háskóla, það 90 háskóla. Komið sæl á nýjan leika áraðu góðir. Seinni hálfleikur að fara að hefjast hér á Gerðugarsvellinum í Laugardal. Staðan sem fyrir 5-0. Þeir eru svo kokki heimamenn að þeir mæta til leiks með 10 hér í. Annað kemur Eikhoff inn á áttuvist að skipta hann út af en er ekki tilbúinu með mannin inn á fyrir hann kemur aftur inn á. Aftur á móti var gerð breyting hjá gestunum. Elmar Atli Garðarsson kemur á leikvelli og inn á kemur Calvin Oliver Crooks. Skulum vona að honum tækist betur til. Í vörðinni heldur samir að sé fyrir áleik. Varnarleikurinn besta bíó fyrir okkur sem gaman þessi mörg.
Vestamál fyrir þá sem vilja spennu. Krúks fer í vinstri bakvörðin þar sem hann á að eiga við Eikhoff, eins lengi og hann verður þá inn á. Eitthvað örlítið tæpur, ekkert alvarlegt. En Elmar var hendar hægri bakvörðinum. Mattias Króknes fer yfir til hægri. Mattias er ekkert við Eikhoff. Gengur vonandi betur hérna hægra megin hans vegna og liðsins hans, en stóra spurningin er náttúrulega hvernig heimamönnum tekst að mótiðvera sig fyrir seinni hálfleikinn með kjöruninn leik. Eikhoff Kýtnendur skoraði fyrsta marki á 3. mínútu. Alexander Veigar fínustu gjöf frá Daða Frey, markverði BI á 16. mínútu og bætti öðru marki við. Mínútu seinna komst Viktor Jónsson á blað, kom með 3 mörk í 2 fyrsta leikjunum fyrir Þrótt. Ekki amalegt hjá Víkingnum. 4. seinna eða 21. mínútu skoraði Dion Jeremy Eikhoff annar markið sitt, 4-0, og svo á 32. mínútu fullkomnaði Vilhjálmur Pálmason niðurlægingu BI Bolungarvíkur með 5. markinu í fyrri hálfleik. Úrslitin vissulega löngu ráðan þá fer Eikhoff niður en ekki dæmt. Þetta ekkert á þetta. Boltan til hægri. Leika hér í öftustu víglínu Siggeir. Viktor nær að pota í boltan en ekki skaði. Og þessi bolti aftur fyrir markspyrna frá marki Þróttar. Ragnar tapar boltanum. Reynir að vinna hann tilbaka en þetta er ágætlega gert hjá Junior. Hann heldur áfram, kemst upp að hendamörkum með allt af því en fyrirgefinn laus og beitti hendurnar og Trausta. Það er einhver barátta að koma inn í hlaupin í gestina. Í það minnsta vinnur Rondo boltan hérna. Fer svo niður, aukaspyrna, klár aukaspyrna. Hlynur brotlegur. Fínasti staður. Varamaðurinn Krúks sendir spyrnusérfræðinginn Spivak bara í burtu, ætlar að snúa þetta inn að markinu með vinstri fæti. Já, þetta hefði sjálfsög geta verið hættulegt en laust var þetta á beint á Trausta. Það er enginn að hlaupa fyrir sendinguna. Það var það heimamenn nær Vilhjálmur þessum boltan, eða gerir hann ekki. Fyrir ósköp rólegasta seinni hálfleikur, kannski svo við var að búast. Frá í bílið það minnsta. Ragnar hérna á miðjunni spilar til baka. Davíð Þór nær þessum bolta ekki að gera Magnús Pétur aftur á móti. Hér aðra Junior, tekur bolta niður. Og sendur hann fram hjá Hlyn og
Hlynur gerir minnur ákala vel úr þessu vinnuboltan. Hleypur hann ekki fram hjá sér. Lengur inn á heldur en menn héldu. Og við minnum aftur á næstu leiki í liðan okkar. 19. maí Pepsi kvenna, Þróttur Þór Káa. 20. maí Borgarbyggjarinn, Þróttur Vöndur Jíbúberg. Og svo er laugardaginn 23. maí. Búinn að gera sem mat á þessu. Oddur með fína sendingu á Viktor en illa varst þarna hjá Siggeir fyrirliða. Þróttarar vinna boltan nokkuð auðveldlega. Davíð Þór með langarsendingu sér að Vilhjálmur aleinn hér út í vinstra megin. Hérna getur hann tekið það á og reyna að koma sér í skotfæri, kannski finn niður, ekkert dæmt. Það farið eitthvað í fætuna á honum, Glenn Ryder allt annað en ánægður með þetta þjálfari. Ákaflega gott orðað. Þá Greg Oliver Ryder, þjálfari Þróttar. Byrjunin á tímabilinu hjá liðinu. Algjörlega til fyrirmyndar. Og við minnum aftur á helgina 30. til 31. maí fer fram til árlega Ísmót-brústar sem þessum Breysjálf kjarnastofan í barna- og unglingastarfi Þróttar. Skráning á sjálfboðaliðum hafin á Ísmóti. Þetta er Ásgeir Frank Ásgeirsson allt og auðvitað á boltanum. Og Vilhjálmur, nei, má ekki við marknum. Fígúra, hann tekur á sprett. Boltan út á Junior sem er rangstæður. Hann er ekkert sérstaklega góður í því að lesa línuna. Þessi ráðstafa var í boði Orkunnar, bílaleigu Akureyrar og Víðfells, Íslandsbanka og Kordans. Skemmtilegur vallaþjálfurinn. Ráðstafan í boði styrktaraðalanna. Það er nýtt að gera auglýsa þetta allt saman. Hlynur með sendinguna fram. Siggeir í smá vandræðum en hann er svo valda boltanum. Daði finnur Fígúra þarna á miðjunni. Ásgeir með boltan á Spivak. Junior. Spivak aftur. Sendingin frá honum arfaslög. Mattias tók hlaupið og Alexander tapar boltanum þarna, hérna er möguleiki Spivak með skotið en þetta er beint á Trausta. Það lét vaða þarna með vinstri og hafði tíma þess að tíja boltan betur upp. Sendinguna fram og fer beint á Fígúra. Allt boltinn vilja soga til hans hér í seinni hálfleik. Hér tapaði boltanum klaufalega Vilhjálmur. Hóndi á undan í boltan. Það þarf að skýla honum. Svo
Potén þarna, þetta er klaufalega gert. Tíma til þess að gera eitthvað allt annað miklu betra við boltan. Alltaf boltanum hér er langur bolti. Og innkast sem að heimamenn Þrótt eiga. Ágætis mæting hér á Gerðugrasið. Það væri allir sæti í stúkunni, þá var hann full. Krúks með langan bolta fram. Aron Walker og hann fær aukaspyrnu. Já, rétt fyrir utan vítateig. Þetta er mættilegum stað. Það er hægt að gera eitthvað af þessu. Staðan ekki nema 5-0. Allt er að senda minnka munin. Einstaklega þar sem að Þróttarar virðast pingulítið saddir. Greg Redder tilbúinn að senda inn varamenn til þess að hressa upp á þetta. Þetta er gott, þeir finna ekki hungrið aftur. Það er botspyrna sem að gestirnir eiga. Hún tekið stutt boltinn hér á Krúks. Svo Spivak. Já, hann gerir þetta laglega. Fín sending hér yfir á fjarstöngina. Fíkúraði einn en móttakan ekki góð og jafnvægið virtist hreinlega að vera lélegt. Svo reynir hann hér að sóla Viktor en gæst ekki gegnum hann. Viktor með skallan fram en Mattias sparkar boltanum upp í loft. Þróttar að vinna það auðvitað. Ragnar sendinguna er ætlað Eikhoff en ekki nógu auðvitaðlega. Það vilja fara langan bolt á Junior en þetta er vel varist línur. Skalla boltan út af. Innkast sem Djúben eiga. Já, hér er hotspyrna sem að Djúben eiga. Spivak tekur hornið. Fengur sitt besta færi í fyrri hálfleik eftir hotspyrnu. Einmitt frá hægri. Djúben þegar Rondo skallaði slána í stöðunni 1-0. Hefði getað jafnað. Það er líklegt að leikurinn hefði þróast öðruvísi því að mörk 2 og 3 komu næstu 2 mínútum eftir. Já, glæsilegt skot í þverslána. Hann getur alveg sparkaði bolta þessi strákur. Og hann var manna viljaðastur til þess að gera eitthvað í fyrri hálfleik. Þetta er hreinlega skilið að koma þessum í netið. Hann óopinn annað skiptið sem setja boltan í sláni. Hér er það Vilhjálmur að sleppa inn fyrir að hvað. Hann sendir boltan þarna hálfboltinn fyrir Herslumunum Eikhoff og Viktor verið mættir þarna. Komaður út af sóknarmennirnir Viktor Jónsson og Tíun Eikhoff. Við erum að koma Hilmar Ástarsson og Andri Haraldsson. Och in maskerna av líka fann að veitu hann er við Viktor Jónsson.
Díana Eikhoff, hvalreki fyrir þetta þróttalið líkt og Viktor Viktorsson. Algjör hvalreki fyrir þetta lið. Það var áhugavert að sjá hvort Hilmar Ástórsson og Rafn Andri Haraldsson farið að nýtla með vörn gestanna. Þarna er Ondo brotlegur. Þetta er harkaleg tækling. Fær gula spjaldið. Þróttarar brjálaðir. Jón Haldón Pétursson ekki síður. Veit ekki yfir hver hann er að æsa sig samt. Þetta var ansi harkaleg tækling. Fótur fór heldur hátt hjá Ondo þarna. Mér hlým ekki að fá svona sólatæklingar, segja þær á inn á bekknum hjá Þrótti. Adolf Þorberg Andersen. Aðstáttumar eitthvað að reyna að róa menn og biðja þeim að vera ekki að rífa svona á milli bekkjana. Ragnar Pétursson kemur labbandi hérna út af og heill heilsu. Snilling á lofti hérna inn í teim og ekkert dæmt. Junior Magnús hann með boltan tilbaka. Hilmar Ástórsson komast til boltan í fyrst sinn, spinnur út af. Förum að fá þriðju skiptinguna hjá Þrótturum fljótlega. Rafn Andri Haraldsson, hann finnur Hilmar. Hilmar reynir að stinga sér hérna inn fyrir Ondo. Gerir það, Ondo hangir í honum og fær, er brotlegur. Hilmar fær aukaspyrnuna, rétt utan teigs. Ondo hálum í þarna nýbúinn að fá gula spjaldið, sem var nú eiginlega appelsínu gult. Staðan var ekki 5-0, þá er spurning hvort að það hefði spjald færi að loft þarna. Þetta er nú fyrir stúkan og staðan er 5-0. Hvað er stúkan? Það er stúkan sé varla fyrir staðan er 5-0. Bekkarnir í stúkunni litið þau mistið sér heyra og þarna vakna henni fullorðnu. Það var það sendikinn fyrir. Junior hreinsar hér. Það er nú ekki að fylgja þessu eftir en þessi sending út af ónákvæm. Eikhoff með einhverja blöðrur á fótunum skilst mér og farin á skónum og labbar hér í burtu. Hann skilja sínu heldur betur, skora 2 leiki beitt. Almennt bara að fara á kostum. Skokka sér niður á sokkunum og gera græsinu þægilegt. Nikolás Jónsson að gera sig kláran hér á varmannabekknum hjá Djúpmönnum. Karl með sendingun yfir. Hér er það Ondo, hann með boltan á Junior. Þetta er
Sendingin ekki sérstaklega föst en skilaði sér á áfangastað. Það er Matthías aftur á Junior. Hann er sterkur fyrir línur, búinn að eiga góðan leikir í vinstri bakverðinum. Ragnar Reinhold kemst í þetta og Junior líka. Svo ekki spilna þetta en broti á Junior. Það var það önnur skiptingin hjá B. Bolungarvík. Aron Walker kemur á leikvelli. Lítið gengið upp í honum í þessum leik. Nikolás Jónsson kemur inn í hans stað. Staðan 5-0 öll mörkin í fyrri hálfleik. Nikolás Jónsson. Bíðum með það eftir fyrstu færunum hérna í seinni hálfleik. Hvort sem þetta þróa svona er úrslitin líka fyrir í hálfleik að leikir róist. Aldrei að vita nema við fáum hverja veislu hérna seinni hluta hálfleiksins. Fyrirgefum svo en gengur ekki upp, þá var það Spivak. Hann leitar að einhverju til að senda á. Hann er lokum hérna í Matthíasi. Fígúra en þetta er einhverju gert hjá Ragnari. Hann er ekki hættur, hann heldur alltaf áfram. Matthías er að leysa ágætt úr þessu halda boltanum. Þannig að spila honum bara, hvað? Og bara aukaspyrnu. Hlynur þandi kassan út, alveg tilbúinn að fara með þetta eitthvað lengra en engin ástæða til þess. Matthías laði ekki en skila vel. Þetta er ákveðlega gert hjá Magnúsi Pétri en Ottur Björnsson duglegur hann að vinna vel. Rétt rúmlega 20 mínútur eftir að leiknum. Staðan eins og í hálfleik 5-0 fyrir Þrótt. Línur kastið. Ottur hoppar hátt þarna. Þarf ekki að hoppa svona hátt á móti Spivak en maður gera það, maður getur það. Og boltinn aftur fyrir hér. Markspyrna frá marki við Bolungarvíkur. Tók heimamenn ekki nema 3 mínútur skora fyrsta markið í fyrri hálfleik. Fyrsta mark leiksins að sjálfsögðu. Kom önnur 16. og 17. og svo 21. og maður hélt maður að þetta færi tveggjast af tölur hreinlega. Bætti 5. markinu við á 32. Menn styrktist maður í þeirri trú. Það fór hann bara að finnast þetta gott. Og Djúpmenn líka að verja störlítið betur. Þéttari og ekki taka hennar á aftur. Ekki fá meiri andliti vissu að þetta var tapað. Davíð og sterkur þarna. Vinnur innkastið, Krúks þarf að skilja sér tilbaka. Eitthvað högg sem að Davíð fengið eða eitthvað.
Hallsson að gera sér kláran. Það er bara til að fá meira stálun á miðuna. Það lofti flækja á loft þarna. Hilmar rangstæður. Allir fara að koma inn á næst. Spivak. Þetta er prýðilegt skot í slæðan áðan. Og hotspyrnu sem að Ondo skallaði slæðana. Það eru langhættilegustu atlögur í Bolungarvíkur á aðmarkið Þróttar. Og efnir að skora ekki bæði skiptin reynlega. Hérna er Ragnar sloppinn inn á teiginn. Rafnandri. Og Hlynur, hann sendi ykkurna Hilmar. Ekkert flagg á loft, engin rangstaða, en skotið frá honum beint í hendunar á Daða Frey. Þykir nokkuð líklegt að Daði Freyr horfi ekkert mikið á mörkinu á þessum leik, sérstaklega ekki annað markið. Þessi ekkert að pína sjálfan sig of mikið á því. Frambúið að minnka muninn fyrir norðan. Akureyringinn Þór í 3-2. Baráttu liðanna sem féllu í Pepsi-deildinni í fyrra. Aukarspyrna brotið á Alexander Vegari. Tungur brotlegur og það var það þriðja síðasta skiptingin hjá Emil Ótti Björnsson á leikvelli. Inn og kemur Hallur Hallsson. Hann fær að sjálfsögðu fyrirliðabandið frá Karli Brynjari Björnssoni. Rúmlega stundarfjórðungur til leiksloka. Þessi sending of löng fyrir Hilmar. Boltinn aftur fyrir. Kynist Þróttar að vera óttalega sáttir við stöðuna. Snýst fyrst og fremst það hjá þeim að halda búrinu hreinu, við fá ekki á þessu mark. Miklu frekar en að bæta við 7. markinu. Við sjáum hvað Hallur er sterkur en vinnur ekki samherja. Ragnar, hann með flotta sendingu hér til hægri en of löng, pínulítið of löng. Ágætis hugmynd, Vilhjálmur er fljótur. Það var það þriðja og síðasta skiptingin hjá gestunum, Sigþór Snorrason. Hann kemur hér inn á að spila síðasta korterið. Matthías Króknes Jóhannsson kemur á leikvelli. Þannig kemur Sigþór Snorrason. Skallar þetta frá. Já, Dandi Brolli er hér. Miðverðirnir hjá Þrótti. Eitthvað spilna hér á einhverja 25
metrafæri. Fær þetta með þessu örlítið að þar. Spilum hvort á Spivak. Látið vaðan eða lítið líkur á því. Þetta er nokkra metru upp á að leyfi sér það. Já, horfum staða hér. Það er hvað, henni bolti bara aftur fyrir. Skiptir ekki máli. Þróttar eiga boltan. Þarna reyna gestirnir eitthvað að pressa en Þróttar eru ekki vandræði með að spila þessu út í þessu. Já, Hlynur, hann tekur á sprettin hérna. Nær hann þessu. Allan völlinn, já. Eða hvað? Nei, dæmdur brotlegur. Já. Veit ekki af hverju en. Eitthvað að stugga árulega við Siggeir þarna. Eitthvað sem hann sá ekki. Erlendur kjörstöð til að sjá þetta. Hallur, Hlynur. Skemmtilega gert hjá Alexander en sendingin örlítið og löng fyrir Hilmar Ástásson þarna. Hilmar verið býsna viljugur að hlaupa eftir að koma inn á en ekki fengið að sjá kannski mikið af boltanum. Spilna fram hjá Hlyn og berjast þetta hér hver á fætur öðrum og það er Daði Freyr sem að grípur þetta. Sendinguna fyrir og á brotið á Daða Freyr. Það þurfa svolítið lítið til þess að hann fluti þarna með þessa stundina. Það er örugglega allt hárrétt hjá honum engu að síður. Það eru mikið markmið þarna fyrir vestan. Þetta er búinlegur fyrir Daði Freyr Arnarsson sem er einungis 16 ára. Spilna hérna frá Daði Freyr betri í sínum aðgerðum í seinni hálfleik heldur en þeim fyrri. Allt er reynslubankan hjá honum. Þarna er Trausti kominn vel út úr markinu og skallar þetta beint til juniors og þá var það Magnús Pétur junior aftur. Hlynur. Já, Magnús Pétur aftur. Ekki gekk þetta í Ásgeiri. Já, eitthvað spilna hér á gulaspjaldið á Hilmar. Lítur hérna á varmannum Sigþóri. Brooks kominn hér út til hægri til þess að taka spilnuna. Átti ágætis aukaspilnu fyrir í seinni hálfleiknum en vantaði bara mann á endan á henni. Og hér kemur önnur. Þetta er aftur fín spilna en Trausti gerir þetta virkilega vel. Kemur út í teginn og grípur þetta á öryggi. Boltinn á hár til þess að sóknarmenn í Bolungarvíkurinn að gera sér matur úr þessu.
út á Junior sem hann er bara við hliðin. Junior hefur betur á lokum. Ekki oft sem hann har haft betur í þessari rimmu og þetta gerir hann ákveðlega en lætur sér þetta ekkert á þetta. Fá aukaspyrnu en lágmarka sér brotið á mönnum til þess að sé flautað. Ásgeir. Þetta Krúks. Ásgeir aftur. Staðan á Akureyri er orðin Þróttur 4-3. Úrslit.net algjörlega með þetta. Fjarðabyggð KA, það er markalaust. Fyrir áhugasama þá hafa Jónas Björgvin Sigurbergsson, Gunnar Örvar Stefánsson, Reynir Már Sveinsson og Gísli Páll Helgason skorað fyrir Þór. Eyþór Helgi Birgisson og Ingiberg Ólafur Jónsson, 2 mörk eru markaskorara Fram. Og það er svo hér innan við 10 mínútur eftir. Reynum að hafa vakandi auga fyrir því hvernig þetta fer allt saman. Svo hægt er í það minnsta. Það fikkur eitthvað að kvarta þarna á miðjunni. Spívak komið með krampa, var eitthvað að reyna að teygja hérna áðan og sýnandráttur í kálfann, það er hressandi. Komið á hugið á honum, hann fengað sér mikið. Hann er búinn með alla sína skiptingar, þannig að ef hann er ekki að teygja og hlaupa mjólkursýrinn úr sér þá verður það manni færri. Það hjálpar þeim afskaplega lítið í þessari baráttu en skiptir líklegast engu máli. Staðan jú 5-0. Það er helst á að þið fara að taka upp á því að fá þessi fleiri mörg. Þannig hleypur þarna og hann lítur að... Nei, það er aftur niður bara. Jájá. Ég þarf að teygja betur á þessu. Út af. Það er Spívak er þetta sem er út af með krampan. Já, eitthvað spilna hér. Færast örlítið framar og Spívak er staðinn á fætur, biður hann leyfi til þess að koma inn á. Það reyndur gefur hann svo leyfi til að koma inn á. Það er konum með fullskipalið. Hann geta að fá bara aukaspyrnur og meðan þú ert að bíða til því. Leikmaðurinn jafnar sig. Hondo tekur hér á sprett og Junior lendir svo bara á vegg sem Karl Brynjar er. Krúks á öndinni þennan bolta og skallar hann tilbaka á Daða. Já. Mjög ósamvarti hér í byrjun K-mark og hann unnið sig betur inn í þetta en svo sem ekki þurfti að hafa mikið fyrir hlutunum í seinni hálfleik. Það var það Junior. Fer hér niður og fær aukaspyrnu.
Þetta er á hættulegum stað. Spurning hvort að heimamenn á að gera sér mat á þessu. Það er 5 mínútur eftir hér að 90 mínútunum. Væntanlega ekki mikill uppbótartími hér í seinni hálfleik. Ekki mikið, 3 mínútum í það minnsta. Það eru litlar tafir. Hlynur fær boltan upp með endamörk, nær ekki skila boltanum, Almenna fyrir fær annað tækifæri, skallar furðulega varnartilburður í Róndó en sleppur með það. Hallir viltir Spívak þarna og svo langur bolti fram, Magnús Pétur. Já. Það er ekkert úr þessu, það auðvitað niður litla sem enga snertingu. Það var að Vilhjálmur með sendinguna fyrir. Það er hreinsa frá Ragnar í baráttunni. Hvað nær hann boltanum aftur? Já, gerir það, bjargað á marklínu. Það gerir varamaðurinn Sigþór Snorrason. Já, hann munaði ekki miklu, fengi 7. markið. Fyrsta í rauninni almennilega færi seinni hálfleiksins. Við fengum mjög langskot í slána hinum megin en döðafæri, þó hann hafði ekki hitt boltan eins vel á hann vildi. Hann Hilmar, það var það mótnið. Þetta er á fjárstöngina, Ragnar Andri reynir að skalla tilbaka en hreinsa frá og hér er það Marko Kaplaup og Aron Ímer er brotlegur. Aukaspyrna, fær gulaspjaldið. Já. Það broti hjá Ondó skömmu eftir að fekk gulspjaldið aðan þá það hefði ekki verið gulspjald þá þetta er náttúrulega aldrei gult en það hefði kannski verið réttar að bæði hefði verið gul en þá hefði djúpmenn verið manni færri og 5-0 undir það vill engi sjá það ekki Erlendur heldur síðan sem við bara ekki gefa hana það. Boltan ekki fram með Sigþóri. Spyrna sem að heimamenn eiga. Skammt eftir að leiknum. 5-0. Það tekur á sprett en kemst ekki langt. Þór er ennþá 4-3 yfir núna á móti Fram og Fjarðabyggð Káa, það er ennþá 0-0. Það er náttúrulega 4, það er gróft á Olsson. Já, það hefur verið tekið sér tíma í markspyrnuna. að gera. Alexander Vegar djúpur hér á miðjunni byrjaði í stuðningi við Viktor Framherja skoraði mark í fyrri hálfleik, hefði getið skorað 2. Fikk heldur betur færin til þess að skora enn meira en þessi 5 sem komin eru. En öll voruðu nánast í fyrri hálfleiknum.
Hornspyrna. Sér engan til þess að gefa fram á við, þar snúa við. Ekkert verður úr mögulegri skyndisókn. Hérna Vilhjálmur keisist þér áfram, býður eftir samverðum fyrir auðveldlega fram í Óndó og svo með skotið. Þetta yfir, að gera láta vaða. Rafnandir vildi fá boltan, skila hann vel og Káa komið yfir hér upp á tíma gegn Fjarðabyggð á útivelli. Spyrnir á markið sínu. Það eitthvað örlítið viðbót. Háflutar Erlendur Eiríksson til leiksloka. Úrslitin 5-0, sanngjarn og verðskuldaði sigur. Hlaupum ekkert annar yfir þetta alveg strax. Við ætlum að hlaupa út í viðtöl. Það var Díon Eikhoff sem startaði þessu öllu saman, skoraði á 11. 3. mínútu segi ég. 16. mínútu var það Alexander Veigar og svo Viktor Jónsson mínútu seinna. Eikhoff aftur á 21. mínútu, staðan var 4-0 og svo Vilhjálmur Pálmason á 32. 5-0, þannig var staðan í hálfleik og þannig fór þetta kannski nokkuð miklir yfirburðir kannski eins og ég var að búast eða hvað. Hvað séu þetta er býsna einfalt, það er byrjunin sem bara fer algjörlega með þetta. Já, ég minna þetta er ekki flókið, skilur við konum hvað, 3-0 undir eftir 20 mínútur eða eitthvað? 17, já, ok, en minna þá er hausinn bara farinn. Þetta var svona búist við þungur óður í sumar sko, en við reynum bara að halda haus. Ég minna erfitt kannski, 5-0 undir í hálfleikann. Það sem var kannski sorglegast við þetta var að sjá baráttu andan detta niður þarna í stöðunni 2-0. Já, í sjálfu þessu sko, við vorum ákveðið leik sko upplegg og það féll eiginlega bara með fyrsta markinu sko eftir 3 mínútur. Þá er hausinn farinn af mörg og svo erum marga óreynda stráka í liðinu. Spes að markmaðurinn okkar er 16 ára með fullt efni en erfitt skilur þegar þú færð svo mikið mótlæti og standa upp sko en. Hann þarf að fá að gera sér mistök og gerði þau náttúrulega. Í sjálfsög, hann læri bara af þeim og það er allt gott að blessa þeim. Þetta er bara, það er næsti leikur, ég veit ekki hvað hann á að segja. Nei, góð náttúrulega ekki spáð góðu gengi en þið þurfum heldur bara að fara að stígu upp, berjast betur. Já, ég meina spáin sjálfsög kom ekkert óvart með að við gengi í Lengjubikar, 26-0 og 7 tapleikir. En hérna, já það er algjörlega okkar bara í okkur í gang sko, það er, ég meina eins og segja, þetta er ekki hjá neinum öðrum en sjálfum okkur og við sýndum ekkert í dag sem við sjálfsög afsannar þessa spá en við verðum bara að gera betur. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Nei, ég er á hraða. Já, fáum við þjálfarann. Ég segi bara eins við því það var byrjunin sem fór með þetta. Það var bara byrjunin fyrir hálfleikunum sem fór með þetta. Menn mætti ekki til leiks og stóðu bara, já, voru bara hælánum, gjörsamlega. Ég skalla í slá í stöðun 1-0 og fá svo okkur mark í kjölfarið og svo sér maður bara hausinn detta. Svo bara dettur hausinn og raun og veru, þú veist, hausinn var aldrei til staðar, ef ekki að segja það þannig. Já, þeir skoru náttúrulega úr fyrsta færinu, fá svo rauninni náttúrulega gefið annað markið og það er náttúrulega erfitt við það eiga kannski. Já, það er bara þannig. Þegar þú lendir í þannig stöðu sko, ef þú skallaði slá og svo fáum við markið andlitið strax á eftir og svo, annað í kjölfarið. Þannig að það var erfitt að rífa sig upp úr því. 5-0 í hálfleik þá eru menn vantarlega bara horfið því að reyna að koma og berjast og fá ekki á sig markið seinni hálfleik. Allavega að mæta til leiks. Það er það fyrsta sem við verðum að gera. Mæta til leiks og vera tilbúnir. Láta ekki valta yfir sig og láta ekki stappbóna sér og lappa yfir sig. Það er það sem menn þurfa að gera. Þurfa menn ekki að lenda á botnum til þess að ná að spilna sér frá eða hvað? Algjörlega, við verðum að gera það.
Það bara næsta, við erum að rífa okkur upp og hérna spynna við frá botninum. Nóg leikir mættir. Nóg leikir mættir. Við vorum ekki að spila 20. aðraðumferð, það var ekki þannig. Það er nóg leikir mættir, þannig að við bara horfum áfram. Takk fyrir þetta. Takk. Og allir þróttararnir farnir eða eitthvað? Það er einhver þarna við... Mönnum liggur á inn í klefa en Ragnar var lengi að spjalla við familíuna, kemur og spjallar við okkur. Er ekki klassísk klísja að spyrja að þið bjuggustu meira í mótspyrnu? Já. Er það kannski ekki? Nei, þetta var nú alveg, jú, auðvitað, við lögum bara upp með að byrja leikinn strax, byrja vel, náðum strax á marki og vissum alveg að þeir voru með nýtt lið sem voru kannski ekki, vissi ekki alveg hvernig þekkti ekki hvern annan, já, vel og við þekkjum hvern annan. Við ætlum bara að byrja að skora hratt og þá strax fann maður alveg hvernig þeir mistu dampinn, sko. Þannig að þetta bara alveg eins og við lögum upp með, sko. Já, fáum mark á þriðju, þeir eiga reyndar skalla í slána þarna eftir sinni fyrstu sókn, hornspyrnu, en svo setið bara 2 í kjölfarið og kláruðu þetta. Já, vorum fljótið bara strax að loka þessu, sko, en það var samt alveg nóg eftir og ég var ekki alveg nóg sáttur með, sko, seinni hálfleikinn. Við hefðum átt að setja fleiri þá, sko, en við héldum hreinu, það var það sem við vildum. Er ekki kannski erfitt að mótivera sig í stöðunni 5-0 hálfleik og vita að þetta er búið? Jú, þetta er nú samt aldrei búið fyrir en klísjan þetta er aldrei búið fyrir en það er flauta af, sko, en jú, það er alveg erfitt, það er svona jú, það er vissulega erfitt, sko, en það er samt það hefði verið fínt að sitja á 2 viðbót. Menn vilja meira? Já, menn vilja alltaf meira, sko. En það fengur nú ekki mikið að færum í seinni hálfleik, þið fenguð þetta eitt í lokin? Já, mér á fyrirmunum að skora í þessum leik. Það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Kemur næsta. En þarna þessi byrjun á tímabilinu, er hún framar vonum þessar, 4-1 og 5-0? Nei, alls ekki, sko. Við ætlum bara að byrja, nei, alls ekki, sko. Við ætlum bara að byrja á allavega að vinna fyrstu 3 leikina, kannski. Tökum allavega bikarinn næstu á miðvikudaginn og þetta er bara markmiðin okkar að vinna okkar næsta leik. Og vera taplausir hérna heima. Já, það er kannski eitthvað nýtt hjá Þróttum en ykkur verið slíðað vel hérna á teppinu? Já, við kusum það hvort við ættum að spila á Valbirni eða á teppinu og ég held að það hafi verið yngri kynslóðin sem vann þetta og vilja spila hérna á teppinu en það voru nokkrir af þessum gömlu sem voru ekki alveg sáttir en ég get ekki velt lengur. Nei, þetta úrslitin tala sínu máli en það er sem sagt eitthvað að spá 5. seti, þú talar við viljum vinna alla leiki, þið ætliðu? Já, það er ekkert leyndarmál, við ætlum upp. Takk fyrir þetta. Takk. Þá er allir farnir hér sem við getum talað við aðrir þannig að við bara förum að loka þessu. Þetta fór 5-0 fyrir Þrótt eins og þið er væntanlega tekið eftir. Öruggur sigur á BÍ Bolungarvík sem þarf að gera rosalega mikið til þess að falla ekki með þessa spilamennsku. Þróttarar aftur á móti líta frábærlega út. En að því sögðu þá þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, bið ykkur vel að lifa, verið sæl.